Þá koma 8. lið á dagskrá, það Rangavellir 4, umsókn stækkun lóða til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Lagði var fram að 9 liður 6 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 15. maí 2019. Var afgreiðslu málsins frestað á fundi bæjarstjórnar 21. maí síðastliðinn og óskað eftir umsögn heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra tillögu skipulagsráðs. Liggur sú umsögn nú fyrir. Lagðar voru fram 2 tillögur að breytingum á deiluskipulagi iðnaðar- og athafnasvæðis Rangárvalla í skipulagsráði. Breytingarnar eru eins nema hvað það varðar stærð og afmörkun lóðar númer 4 og byggingareit sem á henni er. Í báðum tilvikum gert ráð fyrir endurskoðun skilmála, afmörkun byggingareits á lóð númer 3 vegna stækkunar núverandi hús, auk þess sem gert ráð fyrir að lóð númer 6 falli út. Þá jafnframt lagt fram minnisblað skipulagsráðgjafa dagsett 27. mars 2019 þar sem farið yfir viðbrögð við umsögnum sem borist hafa frá Landsneti, Rarik, Norðurorku, Heilbrigðisnefnd, SS Byggi og hverfisnefnd Giljahverfis. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkt verði að auglýsa tillögu að breytingu á deiluskipulagi samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga sem gerir ráð fyrir stækkun á lóð númer 4 og byggingareit sem á henni er. Vil ég leggja til fyrir hönd meirihluta bæjarstjórnar að tillögu skipulagsráðs breytingu á deiluskipulagi sem heimila stækkun á stærð og afmörkun lóða númer 4 og byggingareit sem á henni er verði hafnað. Þess í stað verði samþykkt að auglýsa breytingu á deiluskipulagi sem gengur skemur. Gerir ekki ráð fyrir stækkun á lóð og byggingareit lóða númer 4 samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Að auki verði gert ráð fyrir því að í kafla 5.3.1 í greinargerð deiluskipulagsins verði eftirfarandi setningu bætt við. Vegna nálægðar við háspennumannvirki Landsnets og Rarik og vegna nálægðar við íbúðabyggð Giljahverfis rykmyndandi starfsemi svo sem steypustöð ekki heimil á svæðinu. Svona aðeins til upplýsinga, þá tekur þessi skipulagsbreyting til lóðana númer 3, 4 og 6 við Rangárvelli. Kvaðir samkvæmt gildandi deiluskipulagi eru óbreyttar en þær breytingar frá gildandi deiluskipulagi eru eftirfarandi. Byggingareitur skilgreindur á lóðinni Rangárvellir 3 þar sem gert ráð fyrir stækkun núverandi aðveitustöðvar til norðurs. Stærð reitsins 9x15 metrar og miðast hámarksbyggingamagn við nýtingarhlutfallið 0,3 eins og á öðrum lóðum á svæðinu. Felur það í sér hámarksbyggingamagn upp á 240 fermetra. Lóðin Rangárvellir 6 felld út. Settir eru ítarlegir skilmálar starfsemi á lóðum 3 og 4. Þessi skilmálar eru meðal annars kafli 5.3.1 starfsemi og hljóðar svo, með leyfi forseta. Starfsemi á lóðum 3 og 4 skal bundin við iðnaðarstarfsemi sem felur í sér litla hættu á efna- og hljóðmengun og eða starfsemi tengda raforku sem fellur ekki undir 1. viðauka laga mat á umhverfisáhrifum númer 106 frá árinu 2000. Ekki leyfilegt að geyma eða vinna efni utan hús sem geta valdið loftmengun eða svifryki, svo sem möl, sand eða fínefnum. Og þá bætist við vegna nálægðar við háspennuvirki Landsnets og Rarik og vegna nálægðar við íbúðabyggð Giljahverfis rykmengandi starfsemi svo sem steypustöð ekki heimil á svæðinu. Umgengni og umhirða skal vera til fyrirmyndar. Ekki leyfilegt að safna eða geyma ónýt tæki eða rusl utan hús. Öll starfsemi sem varða framleiðslu eða vinnslu efnis á Rangárvöllum 3 og 4 skal fara fram innan hús. Einnig komið inn á hámarkshæð bygginga á Rangárvöllum 3 og 4. Farið inn á reglur varðandi fráveitu þar sem hlíta skal reglum iðnaðarstarfsemi í reglugerðum fráveitur og skólp í samráði við Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra. Tryggja skal að frárennsli frá starfsemi á lóð innihaldi ekki efni sem geta aukið hætt á sliti eða stíflum í fráveitukerfi eða aukinni mengun í viðtaka. Einnig komið inn á hljóðvist og settar hljóðvistakröfur, loftgæði, lýsingu, gróður, vöktun og umhverfismat.
Þetta svona kannski í grófum dráttum málið. En legg þetta fram hér til umræðu og samþykktar. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Isaksen lokið máli sínu. Orðið laust. Næstektum máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ágætu gestir. Ég fyrir mína parta kem ekki til með að geta samþykkt þessa tillögu. Það sem að í þessu stendur tekin út þegar við erum að skipuleggja iðnaðarsvæði ein starfsgrein og sagt að svo sem steypstöð, þessu orðið má bara sleppa í þessu af því að ákvæðin sem eru sett iðnaðarsvæði gera það að verkum að það er ekki hægt að reka steypstöðarna nema þá þannig að hún er ekki mengandi. Og ég er ekkert alveg að sjá að það sé raunverulega bara hægt. En að setja þetta þarna inn, það er ekki við sem að samræmist einu sinni lögum. Þannig ég kem ekki til með að samþykkja þetta. Og eins á þeim forsendum að hafna þessari stækkun, þá erum við svolítið að svona kannski, hvað ætlum við að gera þegar að þessi aðili sem á þessa lóð í dag er búin að selja og Trésmíðaverkstæði Hlyns ætlar að stækka við sig og er búin að kaupa þetta hús og sækjum lóðastækkun, ætlum við þá að samþykkja það eða ætlum við að hafna því og hvað þá? Kemur þá fyrri eigandi og segir, heyrðu, mér var hafnað og hvað ætlum við að gera í því? Þú veist, við getum bara verið að kannski að gera mistök, en við verðum bara að fara lögum og setja ákvæði sem við erum sátt við starfsemi á ákveðnum svæðum og halda okkur við það. Þannig verðum við að vinna í skipulagi. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næstektum máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna þessari tillögu og ég held að hún sé ásættanleg niðurstaða. Ég hef skilning á því og við höfum rætt þetta mál fram og tilbaka, hvers vegna að setja inn eina tiltekna starfsemi en ekki annar staðar. Við höfum rætt þetta og teljum okkur hafa heimild fyrir því eftir samtal við skipulagsstjóra og er það talið sérstaklega upplýsandi í umræðinu sem að skipti líka máli, þar að segja að íbúar og aðrir í nágrunnu sé upplýstur hvað má og hvað má ekki án þess að það sé mjög óskýrt. Og í hinn stað þá tekur þetta líka til þess að við þurfum að horfa á þetta svæði í heild sinni og hvernig við viljum sjá útivist og aðra möguleika þarna á svæðinu. Þannig að hvað varðar fordæmisgildi þá verður það auðvitað bara að koma í ljós en þetta er afstaða sem ég er reiðbúin að skrifa undir hér í dag. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Næstektum máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að stikla á stóru í þessu máli. Síðan við fórum á hann góða íbúafund í Giljahverfi sem var mjög góður og sennilega besti íbúafundur sem ég hef farið á og margt sagt þar, þó ekki að allir oddvitar hafi tjáð sig eins og hefur verið sagt. Sumir voru nú ekki einu sinni á svæðinu. Í framhaldinu hefur fólk, finnst mér, hafa farið svolítið fram úr sér í þessu máli vegna þess að nú er ár síðan að ég kom í bæjarstjórn og hef kynst þessu fólki hérna sem eiga að vera pólitískir andstæðingar mínir. Ég held að sé nú kannski ekki þannig í svona sveitarstjórnum að fólk sé miklir andstæðingar og þetta er allt gott fólk sem vill bænum sínum vel og er að reyna að vinna með hagsmuni hans að leiðarljósi. Og mér er svolítið skrítið þegar að svona íbúðahverfi eða einstaklingar þar inni ráða svona á bæjarfulltrúa, vilja hafa á í liði með sér og kjósa með sér en fara dálítið ófögrum orðum oft það á þessu blessuðu Facebook. Og mér finnst þetta bara ekki fallegt eða rétt. Ég tók á móti hópi þessa fólks í viðtalstíma, það sem voru mjög góðar umræður og bara voru góð orð. Þannig að mér er svolítið sérstakt þegar fólk lætur svona. Ég er ekki viss að þetta sama fólk myndi vilja sjá börnin sín tjá sig svona eins og sumir hafa gert. En ég, í svona málum þá er hann oft þannig að maður lætur í egoði ráða og kýsa móti fólki sem að trölla svona yfir mann. En það er nú eins og þannig með okkur hérna í bæjarstjórn að við þurfum að láta skynsemina ráða og að sjálfsögðu gerum að það í þessu máli því að þetta eru hagsmunir Akureyrarbæjar og þess vegna ætla ég að sjálfsögðu að
kjósa með þessari tillögu sem að er lögð hérna fram. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að taka undir ýmislegt sem að bæjarfulltrúi Hlynur sagði hérna áðan að þetta hefur ekki verið góð eða gefandi umræða þetta mál. Ég var nú því miður ekki á þessum umtalaða fundi og en þar sem að hefur verið haft eftir fólki sem að hefur nú síðan verið staðfest á samfélagsmiðlum að fólk hafi sagt einhverjir oddvitar allavega myndu ekki leyfa mengandi starfsemi á svæðinu. Svo hefur verið bent á að skilgreiningin á mengandi starfsemi sé nú kannski ekki sé nú kannski þrengri heldur en ég held að sumir hafi haldið og mér finnst þetta mál kjarna eitthvað svona það sem er ekki gott oft í pólitíkinni, það að segja að það er ekki talað saman, það er ekki talað hreint út, hlutinir eru ekki sagðir nógu skýrt og ég held að þetta sé svona gott dæmi það hvernig fer þegar að það er ekki verið að vanda sig nógu mikið. Við erum nú að fara á stað með tilraunaverkefni íbúalýðræði. Ég hef ákveðnar væntingar að sú reynsla og það að við munum þjálfa okkur betur í samtali við íbúa, það að segja við stjórnkerfið, muni geta bætt úr í svona aðstæðum. Og ég get alveg sagt að ég er svona pínu tvístígandi þessu máli vegna þess að ég tók undir það var ekki gott að leyfa þarna mengandi starfsemi. Það var af því að ég held að þá væri verið að tala steipustöð sem að ég tók fullkomlega undir. Ég tók líka alveg undir og finnst miklu eðlilegra að það séu settar skorður við mengun heldur en að séu settar skorður þar að segja að það sé verið að telja upp hvað má ekki af því að það er gríðarlega auðvelt að fara framhjá því. Þannig að mér finnst eðlilegt og gott að það séu settar skorður við mengun. Það má auðvitað deila þessa skorður við hávaðamengun. Þar get ég þó tekið undir að það er eðlilegt að þar sitja allir íbúa við sömu borð. Það séu bara skorður við mengun sem að berist til í íbúabyggð og þar eru önnur hverfi sem þarf þá að taka líka ef það ætti að þrengja þetta meira þá þyrfti að þrengja alls staðar að mínum mati þannig að það er nú eðlilegt. En ég ætla bara að segja að því ég hef ekki sem bæjarfulltrúi í minnihluta ekki geta verið þáttakandi í raun og veru í þessu máli að þá ætla ég nú að sitja hjá vegna þess að mér finnst það skiptir máli hvernig hlutir eru gerðir. Í pólitíkinni þá snýst ekki allt bara að loka jáið eða neið. Þannig að en ég held að þetta sé ekki allslæm lending. Hún er ekki algóð heldur. Það besta hefði þetta mín mati verið ef við hefum haft gæfu til að skilgreina þetta ekki sem iðnaðarsvæði, heldur skilgreina það þrengra, þá sætum við heldur ekki þessu og þessi sýnir okkur hvaða skiptir máli að hugsa langt fram í tíma þegar við erum að vinna skipulagsvinnu. Þannig að ég mun setja hjá í þessu af því að einfaldlega ég tel mig ekki geta svona almennilega borið ábyrgð á því hvernig þetta hefur unnið og hvað hefur verið sagt og ég veit og við vitum það alveg að það eru samtöl sem maður kemur ekki að sem að hafa áhrif á lendingu málsins en ég ætla bara að segja að ég held að þetta sé ekkert allslæm lending og en ég held að við getum gert miklu betur og munum vonandi gera það í framtíðinu með aukinni reynslu af íbúa samráði. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég skil viðhorf íbúa mjög vel og ég held að ég væri örugglega sama sinnis ef ég byggi þarna á svæðinu. Ekki reynda bara með að þarna komi steypistöð, heldur líka að þarna gámasvæði sem ég tel líka ég ekki heima í kannski nágrenni við
íbúabyggð og svo önnur steypistöð þarna rétt hjá, þannig að ég veit að við erum að reyna að finna aðra lausn á með, en ég tek alveg undir orðs bæjarfulltrúa Hlyns að mér finnst sumir hafa farið mikið á samfélagsmiðlum, en hvað varðar vinnslu málsins þá hefði ég vilja sjá meira unnið með aðilanum sem eru viðskipta megin, atvinnurekendunum á svæðinu. Mér finnst við stundum mér finnst nú erum við að sjá 4. fyrirtæki sem við erum svona pínalendi í ógöngum með í skipulagsmálum. Eitt er að farið í næsta sveitarfélög, 2 eru búin að hóta að fara, ég veit ekkert hvað þessi aðili gerir, en við verðum að setjast niður og vinna betur með þessum að lausnum. Þetta mál hefur tekið mjög langan tíma og ég veit að það er erfitt, en mér finnst Akureyrarbær, við höfum ekki sýnt neitt viðmót í að leysa málið með viðkomandi aðila. Ég allan hef ekki séð neinar tillögur frá okkur þess efnis. Engin tilboð að koma að lausnum í málinu. Þeim megin, en ég tek undir það að ég bara vil ítreka það að ég vil ekki sjá steypistöð þarna á svæðinu og hef alltaf verið á því máli, þannig að það komi skýrt fram. En mér finnst þetta mál hafa tekið líka nokkuð langan tíma í kerfinu og það hefur kannski ýtt undir kergju hjá aðilum beggja vegna borðsins sem er miður. Ég held að við hefðum staðið betur að málinu og ég tek undir með bæjarfulltrúa Sóleyju, maður veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvað samskipti hafa farið fram, þannig að maður er að hlusta á sögur 3 aðila, atvinnurekandans, meirihlutans og íbúa á svæðinu og er svolítið að taka miða af og meta stöðuna út frá því. En ég bara hvet okkur í bæjarstjórn að halda áfram að vinna þessum málum og reyna að koma gámasvæðinu í betri farveg og annað, því að eins og ég sagði áðan, ég held að það sé líka að skapa íbúum þessa svæðis vankvæðum. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta mál hefur verið í vinnslu bara frá því að við komum inn í bæjarstjórn og ég segi í raun fyrir þann tíma. Þannig að þegar við vorum kölluð á íbúafund upp í Gilahverfi, þá var málið í vinnslu. Og maður skynjaði það á fundinum að það var mikil ólga hjá íbúum og ég satt þennan fund með ásamt einhverjum öðrum bæjarfulltrúum núverandi og velti þá fyrir mér og spurði framt á fundinum hvort að við hreinlega gætum sett þessar skorður sem var verið að ræða á fundinum og væri æskilega að setja. Af því að maður bara þekki það í gegnum störfin sem svona áður hafi unnið að skipulagsmálum að það er einhver lagaleg hlið á þessu, það er eitthvað takmarkandi sem að við sem höldum að þetta sé ekkert mál að gera, það bara kemur einhver lína í lögum sem segir svona getum við ekki hafa okkur. Og þetta var rætt fram og tilbaka og ég tók algjörlega undir og þeirra skoðunar að það sé ekki æskilegt að vera með ríkmengandi starfsemi á þessu svæði. Skipulagið eins og það var, eftir því sem að ég skil þetta mál, að þá var verið að tiltaka bara raforkutengda starfsemi sem hafði í sjálfu sér var löngu farin af svæðinu, af allavega þessum lóðum. Þannig að skipulagið var ekki gott eins og það var. Það var til þess að viðkomandi starfsemi eða fyrirtæki fékk ekki starfsleyfi byggt á þessu skipulagi. Það var svo farið í það og skipulags yfirvöld mæltust til þess að við lögum þetta deiliskipulag og skipulagsráðið okkar fór í þá vinnu og ég held að þeir hafa bara unnið mjög faglega allir og öll og komist að þeirri niðurstöðu að það til þess að hafa þetta eins almennt og við gætum og takmarka frekar með einmitt ríkmengandi stöðlum og svo hljóðmengun einhver svona. Og það væri ídælt nema hvað að eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á. Ég held að við höfum ekki öll gert okkur grein fyrir hver skilgreining á
mengandi starfsemi væri hreinlega. Þú veist, þannig að ég í mínum huga get algjörlega sagt núverandi starfsemi gæti verið þarna. Ég held að þú veist, hún sé ekki að angra neitt eins og hann er. Það getur vel verið að það sé ekki rétt með hjá mér, en mín tilfinning er svo að hún mengi ekki. En meira mengandi starfsemi algjörlega móti því. Þannig að hvernig býr maður til skipulag sem er nær þessum markmiðum og nær þá að koma til móts við íbúar sem við vorum sannarlega skuldbundum okkur til að vera með í þessu máli, án þess að ganga einhvern veginn framhjá lögum og reglum. Ég held að þessi tillaga sem liggur fyrir fundinu núna nái þessu hvorutveggja, ég er allavega tilbúin að samþykkja hana. Ég held hins vegar að þetta sé lærdómsríkt fyrir okkur öll. Ég held að við þurfum að vera miklu fljótari að vinna svona mál í framtíðinni. Það er að segja það að þetta taki svona langan tíma, það eitt og sér veldur óánægju. Það veldur óánægju á þeim sem er með lóðina núna og þeir sem mögulega verður með hana í framtíðinni og svo öllum íbúum. Þessi óvissa og hringlanda háttur kannski í okkur, en það er bara vegna þess að við höfum verið að reyna að setja okkur og reyna að ná öllum markmiðunum inn í eitt skipulag. Þessi tillaga sem liggur fyrir fundinum, að ég hana mun ég samþykkja og vona bara að það leysi málið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn eftir stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú kannski aðeins taka annar pólinn í hæðinni en menn að vera að tala um að þetta hafi tekið langan tíma og mikill hringlandaháttur í þessu. Ég er nú kannski ekki alveg sammála því. Ég held að menn hafi í rauninni verið að reyna að vanda sig. Þetta er flókið. Það er flókið þegar að, má segja kannski, heilt hverfi er í vondu skapi út af skipulagi og kemur því skilmerkilega á framfæri á samfélagsmiðlum og ég vil bara nota tækifæri hér og þakka bæjarfulltrúa Hlín fyrir hans innlegg hér í þessa umræðu. Tek bara heilsugar undir með því sem hann sagði hér. Það er skrítin taktík að ætla að reyna að vinna menn á sitt band með því að lasta það sem mest á samfélagsmiðlum. Ég held að það sé ekki vanlegt til árangurs, en hins vegar er það eins og bæjarfulltrúi Hlín kom inn á, það hefur verið ágæð samstaða innan bæjarstjórnar í mörgu og til að mynda erum við að taka hér fyrir skipulagstillögu sem var samþykkt samhljóða í skipulagsráði á sínu tíma. Þar sem er gert ráð fyrir stækkun lóðar og þar er aðeins, við erum að bæta aðeins inn í orðalagi þessari tillögu sem hér liggur fyrir og meirihlutinn leggur hér fram. Mér finnst hins vegar að ég hef svo sem ekkert sérstaklega verið á móti því að stækka lóðina, en hins vegar er þetta svona tillaga sem að við fórum yfir og það er niðurstaðan svo að heimil ekki stækkun lóðar. Hvað verður í framtíðinni get ég ekki sagt til um. Við erum náttúrulega með þessa bæjarstjórn hérna til ársins 2022, síðan kemur önnur bæjarstjórn og þar á eftir önnur bæjarstjórn og það getur ýmislegt gerst á þessum tíma. Hins vegar er það þannig að deiliskipulagið þá nú gerir ráð fyrir því að þetta sé ekki heimiluð stækkuð þarna á lóðinni, þannig að væntanlega mun sá sem að er þá að vinna á lóðinni í dag, horfa á það möguleika sem að lóðin veitir í dag. Hyggist hann selja, þá mun sá væntanlega sem ætlar að kaupa hafa í huga að þetta er lóðin sem hann getur unnið með. Ég held að það sé mjög ólíklegt að hann ætli sér, ef við gæfum okkur það að núverandi eigandi myndi selja, að nýr aðili myndi gera ráð fyrir því að þessi sama bæjarstjórn stykki til og væri tilbúin að stækka nýtingar hlutfall lóðarinnar. Þannig ég held að, en við getum alltaf ekki svarað fyrir hvað gerist í lengri framtíð. En ég get líka tekið undir það að auðvitað er það þannig ef ég byggi í þessu hverfi og væri þarna íbúið, þá myndi ég alveg og skil alveg þeirra sjónarmið. Þetta er búið að vera erfiðu tími. Við erum hins vegar að reyna að finna lausn sem að við vonum að hugnist mönnum og hugnist fólki. Þetta er í rauninni bara lausn til þess að leysa þetta mál. Þetta er búið erfitt mál fyrir okkur. Við erum búin að vera með þetta yfir okkur allt þetta kjörtímabil og lengur. Ég sagði á þessum ágæta fundi sem hefur verið vísað til að ég myndi ekki vilja sjá mengandi starfsemi þarna og ég tel að þessi tillaga sem við erum að leggja til núna og samþykja
nái þeim markmiðum og því ætla ég að segja já við þessari tillögu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég tel sko að við getum ekki hafna lóðastækkunni af hræðslu við að aðilinn komi til með að gera einhverja starfsemi á svæðinu sem er ekki heimil á svæðinu. Mér finnst þetta ekki vera góð rök til þess að hafna stækkunni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar svona líkt og aðri bæjarfulltrúar hér að taka undir orð bæjarfulltrúar Hlyns að aðgát skuli höfð í nærveru sálar. Þetta er bara virkilega mikilvægt og við þurfum öll að hafa þetta í huga þegar við förum inn á samfélagsmiðla. En það var komið aðeins inn á þetta áðan varðandi skilyrði sem er verið að setja inn í þessa deiliskipulagsbreytingu. En mér langar bara að koma því að framfæri hér að lögfræðingur sveitarfélagsins hefur lesið yfir þetta og gefið sitt samþykki. Mér langar líka að nýta tækifæri hérna og hrósa skipulagsráði fyrir þessa vinnu. Þetta er vandasamt verk og þeir lögðust öll árarna til að vinna þetta virkilega vel. Það tekur tíma, jú vissulega tók þetta svolítið langan tíma sem að getur valdið kergju og óánægju og við þurfum bara að taka þetta mál og læra af því. Það er bara svolítið þannig. En þetta er unni lagt hér fram til samþykkis að setja þetta í auglýsingu, þessa deiliskipulagsbreytingu og þá gefst bæjarbúum og fyrirtækjum tækifæri til þess að koma með athugasemdir og ábendingar. En verði þetta samþykkt þá vil ég endilega koma hérna á framfæri ábendingum Heilbrigðiseftirlits Norðurlands og taka undir ábendingar þeirra þar sem þeir leggja til að afla verði grunngagna hávaða og loftmengun sem er til staðar áður en leyfisskyld starfsemi hefst á lóðum 3 og 4. En þá er hægt að bera sama mælingar fyrir og eftir að starfsemi hefst. En heilbrigðisnefnd gefur starfsleyfið út og getur því sett kröfur og skilyrði eftirfylgni. Og síðan hérna bara aðeins til upplýsinga varðandi gámasvæðið að þá skils mér að starfsmaður Akureyrarbæjar sé að vinna það mál fyrir okkur áfram. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, orðið er laust. Það er fleiri ekki hvað sér hljós, þá ber ég fyrri tillöguna sem lítur að því að hafna tillögu skipulagsráðs. Þeir sem geta samþykkt það gefa merki. Það eru 10, þeir sem eru á móti, það er 1 og þá er það hin tillagan. Þeir sem geta samþykkt tillögu að setja inn setninguna sem að Ingibjörg fór hérna yfir bæjarfulltrúi Ingibjörg fór hérna inn í skipulagið ásamt að taka út stækku lóðar. Þeir sem geta samþykkt þá tillögu gefa merki. Það eru 7. Þeir sem eru á móti, það er 1 og þeir sem sitja hjá. 3 sem sitja hjá. Bara ætlar ekki að vera með. Nei.